Galatabréfið, 1. kafli. Páll postuli, ekki sendur af mönnum né að tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og Guðs föður, sem uppvakti hann frá dauðum, og allir bræðurnir sem með mér eru, heilsa söfnuðunum í Galatalandi. Náð sé með yður og friður frá Guði föður og drottni vorum Jesú Kristi, sem gaf sjálfan sig fyrir syndir vorar til þess að frelsa oss frá hinum yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðsfós og föður. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Mig furðar að ég svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis, sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindunum Krist. En þótt jafnvel vér eða engill frá himni fær að boða yður annað fagnaðarerindi en það sem vér höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnaðarerindi en það sem þér hafi veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfæra menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég var enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krists. Það læt ég yður vita, bræður, að fagnaðarerindi sem ég hef boðað ekki mannaverk. Ekki hef ég tekið við því af manni, né látið kenna mér það, heldur fengið það fyrir opinberun Jesú Krists. Þér hafi heyrt háttsemi mína áður fyrir í gyðingadóminum, hversu ákaflega ég ofsótti söfnuð Guðs og vildi eyða honum. Ég fór lengra í gyðingdómnum en margir jafnaldrar mínir meðal þjóðar minnar og var miklu vandlætingasamari erfikenningu forfeðra minna. En þegar Guði sem hafði útvalið mig frá móðurlífi og af náð sinni kallaði, þóknaðist að opinbera mér son sinn til þess að ég boðaði fagnaðarerindið hann meðal heiðingjana, þá ráðgaðist ég eigi við neinn mann. Ekki fór ég heldur upp til Jerúsalem til þeirra sem voru postulur á undan mér, heldur fór ég jafnskjótt til Arabíu og sneri svo aftur til Damaskus. Síðan fór ég eftir 3 ár upp til Jerúsalem til að kynnast Kefasi og dvaldist hjá honum hálfan mánuð. Engan af hinum postulunum sá ég, heldur aðeins Jakob bróður drottins. Guð veit að ég lýg því ekki sem ég skrifa yður. Síðan kom ég í héruð Sýrlands og Kilikíu. Ég var persónulega ókunnur kristnu söfnuðum í Júdeu. Þeir höfðu einungis heyrt sagt að sá sem áður ofsótti oss boðar nú trúna sem hann áður vildi eyða, og þeir vegsumuðu Guð vegna mín. Galatabréfið, 2. kafli. Síðan fór ég að 14 árum liðnum aftur upp til Jerúsalem ásamt Barnabasi og tók líka Títus með mér. Ég fór þangað eftir opinberun og lagði fram fyrir þá fagnaðarerindið sem ég predika meðal heiðingjana. Ég lagði það einslega fyrir þá sem í áliti voru, það mátti eigi henda að ég hlypi og hefði hlaupið til einskis. En ekki var einu sinni Títus sem með mér var og var grískur maður, neyddur til að láta umskerast. Það hefði þá verið fyrir tilverknað falsbræðrana, illu heilli hafði verið hleypt inn og laumast höfðu inn til að njósna frelsi vort, og það við höfðum í Kristi Jesú til þess að þeir getu hneppt oss í þrældóm. Undan þeim létum ég ekki einu sinni eitt andartak til þess að sannleiki fagnaðarerindisins skyldi haldast við hjá okkur. Og þeir sem í áliti voru, hvað þeir einu sinni voru, skipti mig engu. Guð fer ekki í manngreinar álit. Þeir sem í áliti voru lögðu ekkert frekara fyrir mig. Þvert á móti þeir sáu að mér var trúa fyrir fagnaðarerindinu til óumskorinna manna eins og Pétri til umskorinna. Því að sá sem hefur elt Pétur til postuladóms meðal hinna umskornu, hefur einnig elt mig til postuladóms meðal heiðingjana. Og þeir höfðu komist að raunum hvílík náð mér var veitt, þá réttu þeir Jakob, Kefas og Jóhannes sem álitnir voru máttarstólparnir, mér og Barnabasi hönd sína til bræðralags. Við skildum fara til heiðingjana, en þeir til hinna umskornu. Það eitt var tilskilið að við skildum minnast hinna fátæku og einmitt þetta hef ég líka kappkostað að gjöra. En þegar Kefas kom til Antíókíu andmælti ég honum upp í opið geðið því hann var sannur að sök. Áður en menn nokkrir komu frá Jakob hafði hann setið að borði með heiðingjunum, en þeir komu dró hann sig í hlé og tók sig út úr af ótta við þá sem héldu fram umskurninni. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna með honum, svo jafnvel Barnabas lét dragast með af hræsni þeirra. En þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleikan fagnaðarerindisins, sagði ég við Kefas í allra áheyrn. Úr því að þú sem ert gyðingur lifir af heiðingjasiðum en eigi gyðinga, hvernig fæst þér þá að neyða heiðingja til að lifa af gyðingasiðum?
Vér erum fæddir gyðingar, ekki syndarar af heiðnu bergi brotnir. En vér vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkunum, heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og vér tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlætumst af trú á Krist, en ekki af lögmálsverkum. Enda réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. En ef vér nú sjálfur reynum syndarar þegar vér leitust við að réttlætist í Kristi, þá Kristur orðinn þjónn syndarinnar. Fjarri fer því. Fari ég að byggja aftur upp það sem ég braut niður, þá sýni ég og sanna að ég sjálfur brotlegur, því að völdum lögmálsins ég dáin lögmálinu til þess að lifa Guði. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Ég ónýti ekki náð Guðs. Ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis. Galatabréfið 3. kafli. Þér óskynsumur Galatar, hver hefur töfrað yður? Þér hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum, málaða fyrir augum yðar. Þetta eitt vil ég fræðast af yður. Öðluðust þér andan fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðarerindið og trúa? Eru þér svo óskynsamir? Þér sem byrjuðuð í anda, ætli þér nú að enda í holdi? Hafið þér til einskis reynt svo mikið, ef það þá til einskis? Hvað það? Sá sem veitir yður andan og framkvæmir máttaverk meðal yðar, gjörir hann það vegna lögmálsverka yðar eða vegna þess að þér heyrið og trúið. Svo var Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Þér sjáið þá að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Ritningi sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaða boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúnni blessun ásamt hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum, því að ritað bölvaður sá sem ekki heldur fast við allt það sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. En það augljósta fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmáli spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa fyrir þau. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss. Því að ritað bölvaður hver sá sem á tré hangir. Þannig skyldi heiðingjunum hlotnast blessun Abrahams í Kristi Jesú, og vér öðlast fyrir trúna andan sem fyrirheitið var. Bræður, ég tek dæmi úr mannlegu lífi, engin ónýtir eða eykur við staðfesta arfleiðsluskrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gjörð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og afkvæmi hans. Þar stendur ekki og afkvæmum eins og margir ættu í hlut, heldur og afkvæmi þínu eins og þegar einn að ræða, og það Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem áður var staðfestur af Guði getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt, svo að það felli fyrirheitið úr gildi. Sé því þá svo farið að arfurinn fáist með lögmáli, þá fæst hann ekki framar með fyrirheiti, en Guð veitti Abraham náð sína með fyrirheiti. Hvað þá lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við, þangað til afkvæmið kæmi sem fyrirheiti hljóðað Fyrir umsýslan engla það til orðið, fyrir tilstilli meðalgangara, en meðalgangara gjörist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð einn. Þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fer því. Ef vér hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli, en ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar, til þess að fyrirheitið veittist þeim sem trúa fyrir trú á Jesú Krist. Áður en trúin kom vorum vér í gæslu lögmálsins, innilokaðir þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari vor þangað til Kristur kom til þess að við réttlætumst af trú. En nú eftir að trúin komin erum við ekki lengur undir tiftara. Þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú, allir þér sem eru skírðir til samfélags við Krist, þér sem hafið íklæðst Kristi. Hér engin gyðingur né grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þér eruð allir eitt í Kristi Jesú. En ef þér tilheyrið Kristi, þá þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Galatabréfið 4. kafli.
Með öðrum orðum, alla þá stund sem erfinginn er ófullveðja er engin munur á honum og þræli, þótt hann eigi allt. Hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma faðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum vér einnig vér vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli. Og vér fengum barnaréttinn, en þar þér eru börn, þá hefur Guð sent anda sonar síns í hjörtu vor, sem hrópar, Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur sonur, en ef þú ert sonur, þá ert þú líka erfingi að ráði Guðs. Forðum þér þekktuð ekki Guð, þá voru þér þrælar þeirra sem í eðli sínu eru ekki Guðir. En nú eftir að þér þekki Guð, eða réttara sagt eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér þá snúið aftur til hinna veiku og fátæklegu vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju? Þér hafi gætur á dögum og mánuðum, vissum tíðum og árum. Ég hræddur yður að ég kunni að hafa haft erfiði fyrir yður til ónýtis. Ég bið yður, bræður, verðið eins og ég, því að ég orðin eins og þér, í engu hafið þér gjört á hluta minn. Þér vitið að sjúkleiki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði yður fagnaðarerindið, en þér létuð ekki líkams ásigkomulag mitt verða yður til ásteytingar og óvirtuð mig ekki en ég sýndu mér óbeit, heldur tóku þér á móti mér eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesú sjálfum. Hvað nú orðið úr blessunar bænum yðar? Það vitni ber ég yður að augun hefði þér stungið úr yður og gefið mér ef auðið hefði verið. Ég þá orðin óvinur yðar vegna þess að ég segi yður sannleikann? Þeir láta sér annt yður, en það eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra yður til þess að þér látið yður annt þá. Það ávallt gott að láta sér annt það sem gott og ekki aðeins meðan ég hjá yður. Börn mín sem ég að nýju el með harmkvælum þangað til Kristur myndaður í yður. Ég vildi að ég væri nú hjá yður og gæti tala nýjum rómi, því að ég ráðalaus með yður. Segið mér þér sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þér ekki hvað lögmálið segir? Ritað að Abraham átti 2 sonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsukonunni. Sonurinn við ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsukonunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja 2 sáttmála, annar sá frá Sínaí fjalli og elur börn til ánauðar, það Hagar, en Hagar merkir Sínaí fjall í Arabíu og samsvarar hinni núverandi Jerúsalem, því að hún í ánauð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem í hæðum frjáls og hún móður vor, því að ritað verið glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt, hrópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið, því að börninar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem mannin á. En þér, bræður, eru fyrirheits börn eins og Ísak, en eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt, ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo það og nú. En hvað segir ritningin? Rek burt ambáttina og son hennar, því að ekki skal ambáttasonurinn taka arf með sinni frjálsukonunnar. Þess vegna, bræður, mér ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsu konunnar. Galatabréfið 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur oss, standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja yður ánauðarók. Takið eftir því sem ég, Páll, segi yður, ef þér látið umskerast, þá gagnar Kristur yður ekkert. Og enn vitna ég fyrir hverjum manni sem lætur umskerast, hann skyldur til að halda allt lögmálið. Þér eruð orðnir viðskila við Krist, þér sem ætlaði að réttlætast með lögmáli, þér eru fallnir úr náðinni. En vér væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem von vor. Í Kristi Jesú ekkert komið undir umskurn í yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Þér hlupið vel, hver hefur hindrað yður í að hlýða sannleikanum? Þær fortölur voru ekki frá honum sem kallaði yður. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til yðar í drottni að þér verði sama sinnis og ég. Sá sem truflar yður mun bera sinn dóm hver sem hann svo En hvað mig snertir, bræður, ef ég ennþá að predika umskurð, hví þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma yður í uppnám aflemja sig. Þér voru bræður kallaði til frelsis, notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.
En ef þér bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægir þér alls ekki geind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist af andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós: frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ég yður fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gjöra munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Fyrst andinn er líf vort, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégómagjarnir, svo við áritum hver annan og öfundum hver annan. Galatabréfið 7. kafli. Bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðrétti þér sem andlegir eru þann mann með hógværð og haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Berið hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Sá sem þykist vera nokkuð en er þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sérhver rannsaki breytni sjálf síns og þá mun hann hafa hrósunarefni í samanburði við sjálfan sig en ekki miða við aðra, því að sérhver mun verða að bera sína byrði. En sá sem uppfræðist í orðinu veiti þeim sem uppfræðir hlutdeild með sér í öllum gæðum. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Sá sem sáir í hold sjálfsíns mun af holdinu uppskera glötun, en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera, ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við meðan tími er til, gjöra öllum gott og einkum trúbræðrum vorum. Sjáum með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi. Allir þeir sem vilja líta vel út af holdinu til, það eru þeir sem að þröngva yður til að láta umskerast, einungis til þess að þeir verði ekki ofsóttir vegna kross Krists. Því að ekki halda einu sinni sjálfur umskurðarmennirnir lögmálið, heldur vilja þeir að þér látið umskerast, til þess að þeir geti sterkt sig af holdi yðar. En það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossi drottins vors Jesú Krists. Sakir hans er í krossfestur heiminum og heimurinn mér. Umskurð eða yfirhúð skipta engu, heldur að vera ný sköpun. Og yfir öllum þeim sem þessari reglu fylgja sé friður og miskunn og yfir Ísrael Guðs. Engin mæði mig héðan í frá, því að ég ber merki Jesú á líkama mínum. Náðin drottins vors Jesú Krists með yðar anda bræður. Amen.